Ég mætti til Vestmannaeyja og ætla að skoða skóg sem heitir Hraunskógur. Hann er hérna rétt hjá Skansinum og hann ber nú heldur betur nafn með rentu. Hann er bara eiginlega í hrauninu. Í Vestmannaeyjum hefur verið skógræktarfélag nokkuð lengi, eða það var sérst stofnað skógræktarfélag 1931 sem er svolítið áhugavert að pæla í. Það hefur verið stofnað fyrir svona löngu síðan. En það lognaði síðan út á 5. áratugnum en það var svo endurreist árið 2000. Það er ekkert rosalega auðvelt að rækta skóg í hrauni. En mér skilst, veit ekki hvort ég fara alveg með rétt mál, það leiðir rétti mig þá einhver, en ég held að þetta sé pínu tilraunaverkefni líka. Starfsstöðin á Mógilsá hefur verið í samstarfi með skógræktarfélaginu hér í Vestmannaeyjum að sjá hvað vex hérna. Ég er ekki viss um að núna sé, þú veist, alveg að marka. Ég held að það sé búið að vera svolítið kalt og svona, þannig að ég held að skógurinn sé ekki alveg búinn að taka við sér, eða trén. Þannig að, en hér eru ýmsar tegundir. Hér er þessi fíni bekkur sem hægt er að stilla sig á. Það hefur aldeilis fínt útsýni hérna yfir og heimaklettur. Gegnum skóginn og hraunið í rauninni eru fullt af göngustígum og það er svolítið skemmtilegt að labba hérna og plönturnar koma svolítið skemmtilega út svona í hinum ýmsu gjótum hérna. Mér finnst föran vera ótrúlega seg hérna í þessum skógi. Hún er kannski bara seg alls staðar. Hérna í skóginum, eða á þessu svæði eru náttúrulega líka minjar frá eldgosinu. Hér stóðu hús sem að fóru undir hraun.
Hæstu trén eru orðið nokkuð há. Ætli þetta sé ekki eitt hæsta tréð. Það er orðið 8 metrar eða eitthvað. Leið og koma tré og kemur fuglasöngur. Eða ekki. Var rétt á hann. Gaman að koma hingað í Hraunskóg. Ótrúlega sérstakur skógur að því leytinu til að hann náttúrulega gróðsettur í hrauni og ég held að það sé ekkert margir sem leggja í það, þannig að Vestmannaeyingar eiga hróskjölu fyrir það. Hæstu trén eru orðin 8-9 metrar allavega, þannig að það náttúrulega gefur von að önnur tré hængi líka og þetta verður orðið nokkuð þéttur skógur eftir svona 50 ár. Nei, fljótlega.